Árið heilsaði landsmönnum með óvenjumiklum hlýindum með tilheyrandi vatnavöxtum sunnanlands og vestan. Á Dalatanga vissu menn vart hvaðan á þá stóð veðrið þegar nýtt hitamet var slegið þar í miðjum janúar. Hver gæti trúað þessu? 14. janúar 1992, kýr á beit hér á Dalatanga. Það mældist 18 stiga hiti hér í gærkvöldi og það er líka mjög hlýtt hérna í dag. Þetta er óvenjulegt að það kýr í janúar út, það hefur ekki skeið hjá okkur áður. Hlýindin leiddu til töluverðra vatnavaxta sunnanlands og vestan, einkum í Borgarfirði, þar sem rennsli Norðurár 30-faldaðist. Það er ekki á hverjum degi sem við sjónvarpsmenn þurfum að nota gummibjörgunarbát til að komast í tæri við viðmælendur okkar, en í dag verður ekki hjá því komist til að ná sambandi við hjónin sem búa hér í ferjukoti. Þar flæddi vatn íbúðar og gripahús. Já, þetta er hérna í gamla húsinu, það hefur alltaf runnið inn þegar svona stór flóð koma og við erum svo sem ekki dófum því, en þetta skemmir náttúrulega alltaf þegar það rennur svona inn og svo er farið að renna inn í hús líka, bæði hér og öðrum bæðum hérna fyrir ofan, það er byrjað að renna inn í útihús og skemmur. Og hér í Stafholtstungunum, þar sem á sumrin er beitarland Stafholtstungna bænda, hafa Hvítá og Norðurá sameinast að breyta því í stöðuvatn sem að sögn heimamanna er sjálfsagt tugir ferkílómetra að stærð. Það er ekki að spyrja að íslenskri veðráttu þegar hún tekur sig til. Eftir mikið vorveður í janúar er heldur betur komið vetur hér á Ísafirði í það minnsta í byrjun febrúar. Yfir 20 snjóflóð féllu í óslíðinni á einum sólarhring og höfðu snjóruðningstæki í nógu að snúast. Það er ekkert gaman mál að vera á ferð hér slóðir, enda má kallast mesta mildi að það var enginn að keyra hér framhjá þegar snjóflóðin féllu. Í febrúarlok fengu sunnlendingar og norrlendingar að kenna á Kára. Hér á Akureyri byrjaði að hvessa ráðið upp klukkan 7 í morgun og allt síðan hefur verið hér hávaðarok og er enn eins og þið sjáið. Í einni verstu kviðunni þá tókst þessi bíla loft sem við sjáum hér fyrir aftan mig. Og það voru fleiri bílar sem fuku, meðal annars þessi rúta sem var á leið austur yfir fjall með skólafólk. Það myndaðist nokkurs konar umferðarmiðstöð við litlu kaffistofuna á meðan veðrið gekk yfir. Það var ekki stætt hérna fyrst við komum. Menn fuku hér á milli kanta, við erum að strengja línur, nota stóran vegagerðartrukk til þess að hafa skjól á honum fyrir rútuna og síðan notuðum við veghefil til að draga hann upp á veginn. Það kom mönnum í opnaskjöldu víðum land að þurfa að draga fram vetrargallan og setja keðjur undir bílana Jónsmessuna. Moka þurfti í Breiðadalsheiði 23. júní og í Fljótum í Skagafirði mældist rúmlega 30 cm jafnfallinn snjór. En smáfólkið í Ólafsfirði var ánægt með snjóinn þó aðrir hefðu á honum ama. Það snjóaði töluvert á Norðurlandi í gærkvöldi og í nótt og teftust fjallvegir víða af þeim sökum. Til að mynda Víkurskarði sem við erum stattir á hér nú og urðu fjölmargir frá að hverfa. Og sauðfjárbændur voru verulega áhyggjufullir enda lömb í hættu. Já, þeir fóru í gær og sóttu það sem þeir sáu og ráku niður. Við erum svona cirka 150-60 kindur sem við fundu. Leita þurfti allt aftur til ársins 1959 til að finna sambærilegt veður á þessum árstíma. Norðanáhlaupið olli ungadauða og að minnstakosti 50 ær drápust í Skagafirði. Það er heldur dapurlegt að litast í Hrísey hér í dag. Það má víða finna dauða kríunga eins og þessa tvo sem ég held hér á og yfirgefin hreiður.